Komið þið sæl. Það frábært að fá að vera með ykkur og þetta frábær hugmynd að efna til þessara hefðar að svona rifja upp bernsku og forna slóðir og við höfum öll gott af því. Á Bólstað heitir mitt erindi í orði kveðnu, en í rauninni vil ég lauma hérna inn væntanlegri bók sem ég vonast til þess að kynna hérna í haust ef allt gengur upp. Næstum því kláruð, Fjallið sem yppti öxlum á hún að heita, en myndin er fengin að láni frá Jónasi Hallgrímssyni sem kom hérna í júní 1837 fyrir 180 árum og það myndi teljast fyrsti jarðfræðileiðangur á Íslandi og hann staldrar hérna við og lýsir heimsókninni og fjöllunum sérstaklega og gaman að því, og ég hef sérstaklega gaman að þessari mynd af því að Jónas er þarna með A, B og C, þetta er stríða Eldfjallsins og svo væntanlega er öxlin þarna neðarlega til vinstri og það er einmitt hófst gos, eins og þið vitið, 23. janúar 1973. En í þessari bók sem að ég ætla að kynna svona pínlítið er ég að rifja upp bernskuna svolítið. Mér hefði aldrei grunað það að ég myndi skrifa eitthvað sjálfsæfisögulegt og mín ævi verðskuldar ekki æfisögu, Guð hjálpi mér, og þar að ekki lesi ég alla æfisögu sjálfur. Og hérna en einhvern veginn sótti þetta á mig að leita róta og uppruna og bensku. Það er auðvitað bara partur af aldri, svona ákveðin nostalgía sem að sækir yfir okkur. En ég veist að segja eitthvað meira og það kannski skiptir svolítið sköpum að kannski fann ég á mér að ég myndi nota eitthvað. Ég hafði ræn á því að tala vel við móður mína skömmu áður nú lést og hérna spyrja hana fæðingu mína og fleiri tíðindi í mínu lífi og hérna það var mjög gott að eiga það og ég svo sem haldi til haga ljósmyndum og ýmsu varðandi eyjar og fjölskylduna gegnum tíðina aðeins að mig gruna að ég myndi nokkuð tíman nota það. Þetta er bara hlutur sem man langar að eiga en nú er ég komin á hálfur á eftirlaun. Ég kalla mig semi-emeritus. Ég veit ekki hvort það er opinbert heiti eða aðrir nota það, mér er alveg saman það og þá hef ég svona það prinsip að gera ekkert nema það sem mér finnst skemmtilegt og það að skrifa eyjar hefur verið mér mikil ánægja síðustu 3 ár, stundum alveg 100% og stundum er þetta í rauninni tvöfalt starf, 200% starf þó að ég sé á hálfum launum. En hvað er það? Þetta hefur svona leitað á mig og einn atburður kannski skiptir svolítið máli að fyrir 4 árum bauð kollega mín við Óslóarháskóla bauð mér að vera með í alþjóðlegu verkefni sem hún kallaði Domestication in the Arctic og ég gerði ráð fyrir, ég vissi það hún hafði skrifað hellingu hreindýr og fiskeldi og svona, ég gerði ráð fyrir hún ætlaði bara að fá fólk sem vildi tala fiskeldi og hjarmennsku á norðurslóðum eitthvað slíkt, en þóttist eiginlega vita það og ég hafði sjálfur verið farin að pæla í Eyjagosinu þá og hraunkælingunni sérstaklega sem ég skrifaði pínlítið og ég sendi þessari kollegu minni í Oslo tölvupóst og segi jú, það kemur alveg til greina að vera með ef ég má tala það sem ég kallaði domesticating volcanoes, að hemja eldfjöll, og átti þá við hraunkælinguna sem eins og þið vitið er sögulegt afrek og nákvæmlega það að vera domestikera hraun og ég þóttist fullviss það að kollega minn myndi segja því miður þetta alþjóðlega verkefni á ekki að fjalla eldfjöll, hraunkælingu eða neitt af því tagi en þvert á móti þá sagði hann flott, komdu. Ég var í nokkra mánuði í Oslo og innan fólk sem var mikið að skrifa jörðina og þessi bók sem er svo til smíðuð fjallar jörðina, nálægð hennar og við okkur hætti til þess að líta á jörðina sem svona eins konar fjalir sem eitthvað mannlíf síðan er á og það skiptir ekki máli nema þau eru rekin á það í Eyjagosi eða við álíka atburði að þetta skiptir máli
en jörðin er bara númer 1, 2 og 3. Hún er inn í okkur, gallsteinar og steinefnin í líkamanum til dæmis, og við komumst ekki af án jarðarinnar, og út af þessi tilgangslaust að gera skil á milli mannlífs og jarðar, og margir að segja þetta í fúlustu alvöru í dag. Þetta er svolítið kannski þungt og flókið á köflum, en fyrir mér varð glíman við Eyjar svona tækifæri til þess að glíma við þetta allt saman, nálægð jarðarinnar, og ég rek mig náttúrulega aftur á Bólstað, og þar kemur þemað í þessum texta, og Bólstaður er heimili, rætur, en heimili sem er staðsett á klöppum og fastalandi, og öll þurfum við að upplifa skjálfta og gos, og flest þekkjum við 2 gos hér, og sem sagt þetta er svona svolítið brjálaður kokteil, þessi bók mín, en það verið glíma, mikil og skemmtileg glíma að fást við hana, og ég hef sótt í smiðju margra Eyjamanna, fullt af viðtölum og margar ferðir, og það hefur verið mikið fjör. En ég ætla bara að lesa nokkur brot úr þessum texta, bara til að gefa ykkur svona blæginn, og það er svona heldur meira Bólstað, heldur nokkuð tíman Eldgos, en ég kom í heiminn í byrjun mannaldar. Mannöld, já, er eitt af þeim hugtökum sem ég nota. Mannöld er stundum talin byrja miðja síðustu öld með ýmsum svona iðnvæðingu og ýmsum öðrum hlutum sem að fara að valda stórkostlegum umhverfisvanda, og það er sagt að maðurinn sé í fyrsta skipti að skrifa sig inn í jörðina bókstaflega. Það eru jarðlög bókstaflega eins og plast sem að framtíðar kynslóðir munu taka eftir, og þetta er sem sagt frá jarðfræðingum, og þeir að segja að það komi nýtt skeið í sögu jarðarinnar. Við erum að taka við öðru skeiði sem var hólósen eða nútími, og þetta er svona mikilvægt hugtak í textanum. Og fyrir mér er kannski Bólstaður og heima er svona tækifæri til að ræða svona þann örheim sem hluta af þessari stærri sögu. Ég kom í heiminn í byrjun mannaldar einn dimman vetradag árið 1949, ekki langt frá gömlu eldfjalli, Helgafelli í Vestmannaeyjum. 5. daginn 22. desember klukkan 4 morguninn vaknar móðir mín, Bára Sigurðardóttir, rétt eins og gos væri hafið. Hún er komin með hríðir. Þegar hún missir vatnið ræsir hún móður sína, Auðbjörg og Jónsdóttur, húsráðanda á Bólstað. Þær mæðgur ákveða að biðja Ketil Brandsson, sem legði herbyggi hjá ömmu, að sækja ljósmóðurina. Aðrir sofa ekki á Bólstað þessa nótt og ekki hægt að ræsa út fleiri. Faðir minn, Páll Gíslason, er á sjó á togaranum Bjarnarey og Sigurður afi er látinn. Skömmu fyrir klukkan 7 skundar Ketill út á Vestmannabraut og þaðan upp Fífilgötu sem teygir sig eilítið upp á við í áttina að Helgafelli. Dagarnir verða ekki styttri. Götuljósin eru strjál en birtan speglast í götunni. Það er fljúgandi hálka og dálítið vatn seytlar ofan á svellinum. Þarna er ég, eina af elstu myndunum af mér, við Bólstað. Ketil Brandsson bankar upp á hjá Guðrún og Ólafsdóttur ljósmóður sem býr sig í skyndingu, og svo ganga þau niður á Bólstað. Þau haldast í hendur í hálkunni þóttu eigi ekki margt annað sameiginlegt en áformum að koma Báru á Bólstað til hjálpar. Þau renna sitt á hvað á spegilsléttri götunni og styðja hvort annað til skiptis. Virðuleg ljósmóðurstaskan með áhöldum Guðrúnar, þagpípu, skærum og fleiru sveiflast til í skímunni. Áhorfendur sem tæki ekki eftir leðutöskunni kynna hafa haldið að hér væru elskendur á ferð, en engin ljós er í gluggum og engin til frásagna nema þau. Ketill var 53 ára og Guðrún 29 ára. Þau sögðust gjarnan vilja eiga kvikmynd af fjörlegum dansi þessa sérkennlega skautapars eftir svellari jörðinni á leiðina Bólstað. Þetta tímabundna samband hefði sómt sér vel á hvíta tjaldinu í Hollywood. Þegar þau koma að Bólstað er ég búin að eiga því í rúmið, segir mamma mér löngu síðan. Á ferilskrá minni segir að ég hafi fæðst, þið getið séð þetta á netinu, klukkan 7 fyrir hádegi. Þetta er óvenju nákvæmar upplýsingar á skrá af þessu tagi, er mér sagt,
en þetta stysti dagur ársins og mömmu lá á. Amma var heima og lá ekki á liði sínu frekar en endranær og allt fór vel. Fyrir átti mamma Auðbjörgu sem nú var aðeins 11 mánaða gömul. Mamma átti bágt með að trúa því hún væri orðin ófrísk aftur og vissi ekki alveg hvenar það hefði gerst. 2 dögum síðar kom pabbi í land til að halda jól. 2 börn á einu og sama árinu voru stór biti. Það voru erfiðir tímar og töluvert atvinnuþref. Börn ger ekki boð á undan sér, ekki frekar en eldgos. Ég hlaut að vera slys. Í fyrra hitti ég aldraða Vestmannaeyinga á elliheimili á höfuðborgarsvæðinu og í fylgd Þöru frænku mínar frá Borgarhól og ein kona sem við töluðum við, gott ef hún ekki tengdamóðir Þöru. Við áttum smá samræður, ég var að reyna að útskýra fyrir henni hver ég væri og hverra manna og frá Bólstað, sonur Báru og svo framvegis. Já, áttu þau ekki 2 á sama árinu? Þetta var það eina sem hún mundi og mér fannst það bara flott. Hlýtur samt ekki hús sem nefnt Bólstaður við Heimagötu á Heimaey að vera miðpunktur heimsins, allavega heimsumból barnsins sem að hér hafði fæðst. Fyrstu árin var blokkflautan eina hljóðfærið á Bólstað. Tónlist heyrðist ekki oft því útvarpið var eini miðillinn fyrir utan pabba sem sönglaði gjarna við dagleg störf eins og eldamennsku, uppvask, smíðar og viðgerðir. Kannski næsta, Kári. Hann kom því til leiðar að ég fekk að reyna við trompet þegar Oddgeir stofnaði lúðrasveit við barnaskólann árið 1958, líklega fyrstu barnaskólahljómsveit landsins. Auðbjörg systir lék á klarinett, hún þarna lengst til vinstri. Og því þekki fleiri hljóðfæraleikara hérna, Ágúst Karlsson minn og fleiri. Klarinetti henni Auðbjörgar hefur líklega verið hljóðlátara og ljóðrænna en trompetin og systir mín lesi nóturna betur. Ég grunum að Oddgeir hafi fljótlega séð að ég var ekki efni í tónlistamann, en ég hef alltaf verið stoltur af því að það hafi verið læri hjá honum og geta sagt frá því að ég hafi spilað með bandinu Ég veit þú kemur nánast þegar var beint komið úr penna skáldsins. Ég líti á lagið sem eina af perlum síðustu aldar. Það var stoltur drengur sem gekk heim á leið að lokinni æfingu, líklega 9 ára gamall, eftir að hafa lært að leika heilt lag á trompetin sinn. Kannski var það góða tungl loft þú líður. Við ljótum að hafa spilað það Ágúst. Á leiðinni heim rakst ég á vin minn. Ég þóttist vissum að hann þekkti launhelga lúðrasveita ekki jafnvel og ég og sagði honum frá afreki dagsins. Ég veit ekki hvort hann trúði mér, en það var það ráði að ég leyfði honum að heyra. Ég fór inn á Bólstað og gekk upp í herbyggið í risinu. Ég kunni ekki við að halda enga tónleika á fjölförnu horninu á mótum Heimagötu og Vestmannabrautar. Ég opnaði gluggann sem vissi austur á húsinu hrauni handan götunar. Vinur minn beið þolimóður undir glugganum. Ég mundaði síðan lúðurinn, rakan út gluggann og lék góða tungl. Hvellur og tær, tompilhljómurinn barst hverfið. Líklega voru þetta einu tónleikarnir af þessu tagi í gjörvallri tónlistasögu Vestmannaeyja sem þó löng og fjölbreytt. Áheyrandinn var aðeins einn og ekkert benti sérstaklega til þess að flutningurinn hefði snortið hann. Þá víkur sögunni til Manchester. Ég þar að hefja framhaldsnám í janúar 1973 og frétti af Eyjagosinu með dramatískum hætti í hádeginu og segi frá því í þessari bók og eitt af því sem ég sá fyrst var þessi fræga mynd sem við fengum að sjá hérna áðan sem barst heimspressuna þennan morgun. Ég var í Manchester fram á sumar. Veturinn hafði ég fært í tal við kennara minn að mér langaði að skrifa lokaritgerð mannlífið í Vestmannaeyjum, sérstaklega nálægðina við hafið, fiskveiðar og sjávarútvegsmál. Þetta þótti óvenjulegt viðfangsefni í mannfræðideild sem einblíndi yfirleitt á hjarmenn og bændur í Austur-Afríku, en samt kom það til greina. Nú var ég að ýta þessari hugmynd til hliðar og snúa mér að öðru. Mannlíf í Eyjum var í upplausn og þessi upplausn freistaði mín ekki. Hefði mannfræðin nokkuð slíka hluti að segja?
og hefði ég nokkuð að segja, yrði ég ekki upptekinn af sjálfum mér og mínu fólki við þessar aðstæður. Ég man að mér þótti mikið til þess koma að sækja tíma í virðulegu húsi þar sem Friedrich Engels bjó í miðri iðnbyltingu á öldinni áður. Hér var mannfræðideildin sem ég hafði skráð mig í til húsa og hér hlaut tvíeykið Marx og Engels að hafa lagt drög að ávarpi sem síendur tekið skók heiminn eins og virkt eldfjall. Þeir höfðu ekki hugmynd að orkubúskapur iðnbyltingarinnar sem þeir ræddu í þaula lagði drög að umhverfisvanda mannaldar. Sumt í fræðum þeirra, ekki síst greining þeirra á ójöfnuði, lögmálum auðmagnsins og alþjóða fjármálakerfinu kann að eiga erindi við mannöldina, en ekki verður sagt að þeir hafi stigið til jarðar. Kol og olía voru aðeins auðlindir og hagstærðir. Kannski mætti segja að iðnbyltingin hafi þyrlað upp kolaríki og byggt þeim sýn. Ég minnist líka annars konar skjálfta sem skóku Manchester 7 árum áður en ég kom til borgarinnar. Bob Dylan hélt á víðfræga tónleika í Free Trade Hall. Hann hafði getið sér gott orð sem þjóðlagarsöngvari, gjarna einn á sviði með kassagítar. Eftir hlé steig hann á sviði með rafmagnsgítar og fullskipaða rokkhljómsveit. Sumir áheyrendur kunni ekki að meta þennan nýja tón og einn þeirra hrópaði í hneykslaði Judas. Dylan svaraði að bragði, ekkert að marka þig, þú lýgur. Hann sneri sér að bandinu og sagði, play it fucking loud. Bandið setti allt í botn og lék Like a Rolling Stone, eina af perlum síðustu aldar. Tónleikagestir klöppuðu ákaft að lokum og Dylan þakkaði fyrir sig. Allt var þetta skráði í vínil og gefið út löngu síðar. Þetta telst í jarðhræringa tónlistarsögunar. Miðjan mars 1973 var stór hluti Austurbæjarins hrauninu að bráð. Nú þurftu kælingamenn oftar en ekki að hörfa undan dyntóttu flóðinu. Næstu dagar mörkuðu tímamót í sögu gossins og baráttunna við hraunið. Hraunbrúnin mjakaðist áfram á 2 stöðum í Austurbænum. Svonefndur Dauðadalur var sá hluti Austurbæjarins sem talinn var dauðadæmdur. Svo mikill skriður á hrauninu, sagði ég í fréttinni, að húsin hafði ekki einu sinni tíma til að brenna. Erillinn var slíkur í Heimaey í lok mars og byrjun apríl að fæstir höfðu tök á að staldra við og fylgjast með einstaka húsum verða eldi og hraunið að bráð. Stundum safnaðist þó saman fjöldi manns þegar mikilvæg mannvirki voru í bráðri hættu, til dæmis við rafstöðina. Aðfaranótt mánudags 2. apríl lögðu allir bátar úr höfn, eins og sagði í einu blaði, þar sem aldrei var að vita nema innsiglingin eða höfnin lokaðist. Síðar þennan dag lagði hraunið Bólstað og nærliggjandi hús að velli. Og hér mitt hverfi, Bólstaður í miðjunni, jaðar þar næst sem kaldhæðnislegt að eins og þið vitið að jaðar standi og þó Bólstaður við hliðina fór undir hraun. Þetta er minn leikvöllur. Kannski rétt að geta þess að fermingu flutti ég á Nýjabæjarbraut, þar sem Nýjabæjarbraut 1, þar sem foreldrar mínir höfðu byggt fyrir framan klettinn Frið, sem ég skrifaði svolítið en þó ég hefði lagt ómælda vinnu í bygginguna, skrapa timbur og nagldraga og svo framvegis og mála, þá hefur einhvern veginn Nýjabæjarbrautin ekki sömu tilfinningalegu merkingu fyrir mig og Bólstaðurinn sem að húsið sem ég fæddist í og sem sagt fyrstu mótunarárin. Fréttin að bruna Bólstaðar barst mömmu strax frá bróður sinni hennar, Sigurði Óskarsinni, Sigga á Kvassó eins og við köllum hann í fjölskyldunni, sem vann á krana við hraunkælingu og björgunarstörf meðan á gosinu stóð. Einn daginn það leyti sem hraunið lagði Bólstað að velli, tók hann sér stutt hlé frá björgunarstöðurum til að sýna félaga sínum húsið sem amma hans hafði búið í. Hér hafði Óskar, faðir Sigga, alist upp og sjálfur var hann nánast daglegur gestur hjá Auðbjörgu og ömmu sinni árum saman. Honum bárust fréttir af því að Bólstaður og húsinni kring væri í bráðri hættu. Þegar þeir komu þar að sáu þeir hvar stór steinn kom ofan úr hrauninu og þeyttist beint í gegnum húsið. Húsið splundraðist og var handónýtt á augabragði, segir Siggi.
Þeir félagarnir voru aðeins 2 á vettvangi á þessu augnabliki. Mamma var oft spör á orð, en það sem hún sagði var yfirleitt kjarni málsins. Henni varð ónotalega við þegar henni barst fréttin, sagði hún síðar: ég fékk skrítið í skrokkinn. Ég veit að margir hér inni kannast við þessa tilfinningu. Ég minnist myrkursins og saggans í kjallaranum og á háaloftinu á Bólstað og birtunnar og hlýjunar á jarðhæðinni, sögustunda með Auðbjörgu ömmu, heimsókna Gísla afa míns sem kom á verki frá Neskaupstað síðustu árin sem hann lifði, forvitinna hlustenda Ríkisútvarpsins í þröngri stafstofunni, spilakvölda í borðstofunni, boltaleikja á lóðinni, heimsókna í nærliggjandi hús, sleðaferða niður heimagötuna og annars. Margt við kjallaradyrnar fangaði athygli stráksins. Pabbi reytti lunda, skerpti skauta, málaði bílfelgur og smíðaði eitt og annað og hummaði gjarna í leiðinni eitthvað sem líktist sveiflukenndum slagara. Stundum dró hann fram prímus og sög, renndi nokkrum kindahausum í gegnum skæra logana og sagaði hausana í tvennt svo við blasti innvolsið, tungan, heilin og allt hitt. Mér voru aldrei langað þessu við. Það er ekki út í hött að taka svo til orða að Bólstaður og öll hin húsin sem urðu eldi eða ösku að bráð hafa orðið bráðkvödd. Eyjamönnum hefur líklega ekki þótt slíkt orðalag óviðeigandi. Bústaðarmanna, eldstæðið, heimilið, óðalið eða húsið hefur bæði efnahagslegt og tilfinningarlegt gildi. Þetta er sá heimur, svo vist sem fólk býr við á öllum tímum og í öllum samfélögum. Kannski er réttara að segja að vistin, fólkið og mannlífið séu eitt, eins og heilög þrenning í fornum fræðum. Það er engin tilviljun að stofn þeirra fræðiheita sem oft eru notuð hagræn og vistfræðileg efni á enskunni economics og ecology er sóttur í gríska orðið hús, íkos. Þótt hagkerfi og mannvist séu alls ekki bundin við hús í venjulegin skilningi þess orðs. Forngrikkjum var tamt að nota húsið í sínu líkingamáli og svipað líkingamáli líklega til í flestum tungumálum. Annað orð sem á sér langa sögu og hefur svipaða merkingu í mörgum málum er dómos, sem upprunalega merkti bygging eða heimili. Af því er dregið orðið domesticate í mörgum málum, að hemja hús eða koma í hús. Skyldi vera hægt að koma flæðandi hraunbreiðu í hús. Þetta var spurningi sem dró mig til Oslóar í verkefni sem átti að fjalla allt annað. Á tímum vaxandi umhverfisvitundar er hugtakið Bólstaður notað nánast allt umhverfi manna, habitat, allt frá heimilinu í sinni smæstu mynd til jarðarinnar sjálfrar. Heimili okkar er jörðin, segir í kvæði eftir Tómas. Reyndar heimili allra lífvera eins og við þekkjum þær. Hvað merkir það? Mannfræðingurinn Stephen Guterman, sem mikið hefur fjallað Suður-Ameríku, bendir á að suður-ameríski bændur hafi löngum lagt áherslu á mikilvægi þess að hlúa að sínum bólstað, svo þeir geti verið sjálfur sér nógir. Nú á tímum er gjarna talað sjálfbærni. Fyrir þessum bændum í Suður-Ameríku sé landið og húsið, kassa, það sem allt snýst Nauðsynlegt sé, eins og orðaða, að horfa inn á við frá útihurðinni, annars hrynni í húsið. Einstaka sinnum, ef til vill aðeins einu sinni á mannsævinni, af mjög sérstöku tilefni, slái bændur upp veislu sem ofbjóði landinu sem þeir yrkja. Þá segja þeir að húsinu hafi verið fleygt út gluggann. Slíkar veislur eru annað og meira en venjulegt gjaldþrot, því hér er ekki völ á neinni aðstóð utanfrá. Á mannöld eru menn á góðri leið með að fleygja eina húsinu sem þeir eiga út gluggann. Stærsti vandi mannkyns fyrr og síðar verður ekki leystur að hætti eyjamanna í heimajargosinu. Það er engin floti til að sigla með okkur á brott, ekkert fastaland í boði fyrir umhverfisflóttamenn framtíðarinnar, ekki annað hús að venda. Best að vera í sæmilegu jarðsambandi. Takk fyrir.